komið sæl. Ég heiti Oddný Eir, maraþónið heldur áfram. Við erum bara eiginlega ekkert farin að þreytast og erum hérna komin með svakalega góðan liðsauka. Það er nefnilega sjálf Sigurlaug Margrét Jónasdóttir sem er mjög oft við hljóðnemann og bara þekkir þessar aðstæður okkar svo vel, þannig að það er næstuð eins og fá bara einhvern svona sálfræðing til okkar eða einhvern svona einhvern sáluhjálpara. Jú, ég get alls skal vera sáluhjálpari. Að því að þú skilur að svona bak við tjöldina þá er þetta ekkert alveg einfalt að halda úti svona beinni útsetningu. Nei, sko ég er bara búin að vera að hugsa svolítið til ykkar þegar að þú hringdir og baðst mig að koma og ég segi náttúrulega alltaf já því ég þoli ekki að fólk segi nei við mig. Það er bara mjög góð regla bara. Það er bara regla, en ég segi nei og ég var bara með, þú veist, mold og þurfti að fara í bað og þú með hárið og þetta var búið að vera vesen, Oddný. Það var mjög mikið vesen, ég var ennþá í garðinum. Takk, Silla. Hvítinni orðið ískalt og ég er ekkert búin að fá það hvítin og þetta er bara hrikalegt. En sko, maður veit alveg sjálfur hvernig það er að fá fólk og til dæmis núna, að því ég veit að ég er að fara í frí, þá ég fæ enga, ég á eina viku eftir, ég fæ enga hugmynd. Ég er alveg tóm. Þannig að þá er maður með síman. Þú stengur upp á Oddnýju. Já, Þú ert alveg inni hjá okkur, sko. Þið komið öll í næstu viku. En er það sem sagt þín reynsla eins og okkar að það verði erfiðar að bóka fólki eftir eins og líður á sumarið? Já, mér finnst það. En svo er það eitt líka sem er svolítið skemmtilegt. Ef maður er með þátt, til dæmis, allan júlí, þá nefnilega verður maður að hugsa öðruvísi. Þá koma einhverja heilasælur sem maður er löngu bara hættur að nota. Þá þarf maður að fara að hugsa. Og það getur verið mjög óþægilegt, en það getur líka mjög gagnlegt. Mér fannst oft gúrkan skemmtilegu tími. Já. Því þá vorum við að taka allt öðruvísi efni, þá þurftum að leita víðar, sko. Já. En þá verður maður skapandi líka. Samanlega, reynir meira á sköpunarkraft. Því meiri gúrka, því meiri sköpun. Hver er svona? Ég er að reyna að búa fólki þátt hjá okkur á morgun. Ég fæ bara sólarmyndir hérna á landinu. Já, það er enginn að koma. Jú, þetta reddast. Það kemur kannski. Hvað er svona með því mest skapandi sem þið hafi gert sem fjölmiðlamenn? Munið eftir einhverju svona sem var þið einhvern veginn svona dróið út úr raskatina á ykkur afsakið orðbræðið en svona í algjörri neyð en það ég skal það, minn er stórt það er Breiðavíkurmálið og ég ritstjóri á Deva sem var helgablað og það var bara svona ekkert að gera smá svo sagði ég bara allir hérna Breiðavíkurmálin og svo var það bara eitthvað sem þú varst að hugsa bara eða það var eitthvað að byrja að tala ég var svona villingur sko ég var sumir sem ég þekkti í æsku fóru á Breiðavík þannig svona ég vissi að því sko þetta svona við höfum einhvern veginn talað um þetta fyrir langa lögu líka ég og Smári en svo þetta mér þetta og það er bara svona rosa gaman að Anna Kristíne var þetta hjá okkur og hún hafði talað við einn af þessum strákum sko sem bjó á Akranesi og þá bara opnust allar flóðgáttir og þetta var Anna Kristíne sko það tók svo langa tíma, marga vikur og hún var eins og mamma þarna hún var svona sko grátandi menn og þetta var alveg óbúslegt álag sko. Hún var svo yndisleg alveg mjög svo, hún vann ekkert eftir þetta sko blessu sér minni hennar maður einmitt, sammála því hún alveg ótrúlega góð kona og dugleg en þetta, ég fekk blaðamanna eða sko við áhöfnin fengum blaðamannaverðlaun Já, ekki bara það þetta var til þess að þeir fengu bætur og það var tekið upp á þingi og þannig að ég myndi segja að þetta væri ágætis kúrkusaga Já, sanngirnisbætur Sú besta þegar kemur svona einhver sanngirnisbætur skjaldaði, nei, hvað er það Silingvað Nei, sem var á Eyjafirðinum, hvað heitir það? Hjalteyri og alltaf þegar þetta kemur svona einhver yes, mér finnst alltaf ég þátt í því þegar að koma sanngirnisbætur Það er nú einmitt þetta sem að gefur blaðamennskunni það gefur manni svo mikið sem blaðamanni og er kannski eina aðalástæða þess að við sum okkar við höngum í þessu áratug eftir áratug til dæmis einn furðulegasta frétt sem að ég hef skrifað er þegar ég fjallaði um barnapervert dæmdan kynferðisafbrotamann eftir barnaníð sem var gripinn með barnaklám í fangelsinu
og það leiti til 6 mánaða auka refsingar fyrir hann og ég man að mér leið bara mjög vel af því að þetta var mjög hættulegur maður að sú umfjöllun kældan 6 mánuði viðbót þannig að börn væri bara örugg auka 6 mánuði en annars þá þetta náttúrulega bara svo mörg mála og löngu ferli að maður veit ekki hvað maður á að bera niður. Nákvæmlega. Já, eðlilega maður verið í þessi 40 ár. Ég ætlaði nú að nefna eitt sko að ég vann með mömmunar Sigurlaugar, hún réð mig í útvarp unga fólksins í Rás 1. Já, ég var nú bara unglingur sko. Já, þú varst stilt og prúð en það bara ertu bara frá þannig fólki. Já, en hún gaf mér nefnilega svolítið hún leyfði mér svo mikið að ráða sko. Þannig að hún var mjög góð, við vorum góðar saman sko og hún sagði til dæmis einu sinni, sagði bara nú mátt þú gera það sem þú vilt til dæmis sko í beinni útsendingu og þú mátt bara, þú búa til einhvern viðburð, það er saumastofan sem hét, var ekki saumastofan, það var svona rými og þannig að hún leiði mér, ég skipulaði alveg svakalega rocktónleika og og svo kom hún og hjálpaði mér að gera það sko og við bara vorum með þessa rocktónleika í beinni útsendingu fullt af hljómsveitum og það var alveg ægilega gaman og mikill svona lærdómur. Við vorum að reyna að fá sko, við vorum að reyna að kenna bara börnum úlingum að hlusta á útvarp og þess vegna var Gunnur Braga stofnaði þetta, var búin til sér deild og við vorum með yndislega krakka sem komum til okkar, þú veist Atli Rafn, Jón Atli. Mamma mín var með ykkur. Já, býtu. Jú, hún var í mötunítinu. Alveg rétt, Alveg rétt? Já. Og hún var á skólagötunni, var það ekki? Nei, hún var ekki skólagötunni, já. Hún var í kjallaranum. Já, niðri. Byrjaði þar, mikið rétt. Já, þannig þeir eru rúvarabörn. Þeir eru rúfbörn. Já, segðu. Hún var mjög stolt af þessu, sko. Já. Og hún var með, vígslupinningina út af súsinu. Já. Alveg messi bara þannig hún dó, sko, var bara náttúrulega hjá henni, sko. Já. En þú þótti mjög skemmtilegt að vinna þarna, skemmtilegt fólk. Hún var líka mjög vel þokkuð af þeim sem voru þarna. Hún var það. Hún bakaði, sko, fyrir okkur í vorum strákar, og bakaði hún brúngugur, tertu, og það var alltaf kallað strákakaka. Og það fluttist inn á útvarpið. Kissi og þeir, sko, þeir alveg, nei, Gunnar mín, þetta með strákatertu núna. En það er líka skiptið svolítið máli að því að fólki sem að taka viðtöl kannski fer síðan í mat og hitta það mannesku sem að spjallar notalega í það. Þetta er einhvern veginn svona ákveðin sorgæsla. Ef þið verið fyrir hljóðmengun, þá vil svo skemmtilega til akkurat í þessum töluðu orðum að Ríkisútvarpið er mætt hérna inn í tækninglefa. Þeir eru elda mig, sko. Þeir eru elda þig og nú erum við í beinni útsendingu, Gunnar Smári er í beinni útsendingu sem viðmælandi hérna inni hjá tæknimanninum. Já, og svo ætlum við, sem er svolítið skemmtilegt. Já, og svo ætlum við í sumar að endurtaka frábæra þætti sem Gunnar Smári var með mat. Við ætlum að endurtaka þá í sumar. Þetta er alveg svolítið svona notaleg tengst svona á milli. Þetta er allt saman. En gaman. Hvernig kokkur er Gunnar Smári? Messugagrínina. Hann er mjög góður. Já, hann er alltaf verið. Það var alveg svakalega. Þið eru á ung til að muna það þegar Smári var með messugagríni. Það var með messur á sunnudögum og flutti svo pistil það og hvað presturinn fór með og svona hvað ég segði og hvernig organistin stóð sig og svona. Þetta var mjög flott. Þetta var alveg bara eins og leikurgagríni. Þetta er mjög sniðugt en smáralegt líka. Ég fór ekki til pappa þíns, jú. En líka bara talandi sköpunarkraft, allar þessar hugmyndir og að hrinda þeim í framkvæmd. Gera þetta. Sætlaður herðu, ég veist því að ég fá að vera hérna með messugagríni. En Sigurlaug, var pappa þínum ekkert, ég man að þegar ég spurði pappa hvort ég mætti vinna í útvarpi, þá var hann svo á móti klíkuskap. Hann vildi einhvern veginn ekkert að maður væri bara eitthvað að fá að vinna í útvarpinu því hann inni þar eða svo leiðis. Þannig að ég fór dálítið á bakviðan og sendi snældu til Gunnvarar og fekk að vinna þar. Gerðir þú eitthvað svipað? Ég fór bara klíka og skammaðist mér ekkert fyrir það. Ég vissi hvað ég vildi gera og ég vissi það bara strax svona 10 ára. Að þarna ætlaði ég vera því að þarna ég bara alveg upp á skólagötunni og sé allt þetta fólk og allur krafturinn og sköpuninn og ég var bara, ég ætti ekki að gera neitt annað. Þú verður áhrifum frá pappa? Já, ég var mjög mikið. Þegar ég var að ráða blaðamenn þá
spurði ég alltaf, hverra mann ertu? Auðvitað. Já, svo sagði ein stelpa svona ung, sagði ég dóttir Boga Ágússonar. Þá sagði hún já, þú dráðin? Já. Af því að þá sko krakkar sem hefði alist upp við þetta sko. Nei, henda nýfabrún út eitthvað, þeir ekki að gerast eitthvað sem skildu þetta sko. Það þurfti ekki að kenna það. Nei. Ég fór alltaf í þessa. Bara, það var afkomandi blaðið að fréttamanns eða konu. Já, þetta er náttúrulega sniðut, vera bara opinskáð með. Það er sérstakt álag sem að fylgir því að vera í blaða fréttamennsku. Já, það er þannig. Það er nefnilega þess svolítið öðruvísi. Þegar við erum að senda hvort öðru SMS klukkan 1:30 að nóttu til að plana næsta dag, þá sér maður hvað við erum klikkuð. Já, þið eru snar. Og svo aftur klukkan 6:30. Og svo aftur klukkan 4. Þú erum búin að dreyma Hvernig var ég búin að lesa yfir? Fáðu ekki svona martraðir þegar þeir eru að klúðra? Jú. Þáttum. Mér dreymdi nú daginn að ég heilsaði manni sem var í draumnum forseti í Kína og ég sagði við hann Keila og þá var ég spurður að hvað sagði Keila, þá sagði ég að ég spilum í hann saman Keilu en hann talaði ekkert nema kínversku og eina sem við gáttum sagt hvort annar var Keila en ég veit ekki hvað það búið. Smeg, hvernig fórst þú á fætur í morgun? Hvernig fórst þú á fætur í morgun? Þetta var í vikunni, það er svona Hvað getur maður gert? Komur að segja. En núna myndum maður nú eiginlega bara fara sko í fótspor pappa þinn og fara dálítið út í mystíkina sko. Þú veist, þegar þú ert komin í svona draum að þetta er nú alveg einhver merking í þessu sko. Maður finnur það. Pappi hefur kafað ofan í þetta. En vita allir hver pappinnar var? Jónas Jónasson og var með, er það ekki þáttinn Kvöldgestir Jónasar? Sem og margt annað þetta líka. Og náði náttúrulega svona sérstökum tengslum. Já, Hagavagnin. Og voru í Vaglaskógi. Ætlar að koma til okkar? Nákvæmlega. Þetta var fjölhæfu maður. Já. Hann kendi mér, hann var alveg strangur kennari sko. Hann gæti verið mjög strangur yfir því en það er öflust. Anstíkilegur fannst mér sko þegar hann var eitthvað að skamma mig fyrir einhver viðtölu svona. Ná, var hann að gefa þér svona leiðbeinar? Já, hann gerði það sko. En svo líka hrósaði hann þegar það var, ég gerði vel sko. Og fannst eitthvað eftir ráðunum? Nei, ég veit að gleyma þeim leið. En hefur þú einhvern veginn tekið viðtal við kertaljós eins og hann gerði? Nei, reyndar ekki kertaljós og eplasafa. Hann gaf alltaf öllum eplasafa. Þegar hann var sykursjúkur þurfti alltaf að hafa eplasafa, þú veist, ef hann myndi lendi í einhverju. Þannig hann gaf alltaf. Nei, ég hef ekki gert það, sko. Ég er svona, en þú veist, ég er náttúrulega... Það er mjög stýttir í þetta. Já, og ég líka bara, þú veist, auðvitað leita ég í það sem hann hefur gert, þú veist, en ég líka, mér langaði bara vera ég. Annað, hann líka sagði stoppið því líka að hann er endurfluttur. Nei, já, það var eitthvað, það vill hann vildi bara ekki neitt annar myndi taka við þættinu og gera, sko. En hefði þú samþykkt ef ég hefði, sko, að því ég var að hugsa að hafa pappa minn, fyrst að við erum svona pappa útvarsstelpur, að hafa pappa minn, hann ætlar að vera kannski eftir á Zoominu. Já, akkurat. Úr dölunum, en þá fannst mér einhvern veginn leiðilegt að þú væri ekki með pappa þinn. Já, veistu, við getum haft miðilfund. Já, mér datt að hefðir þú, sko, samþykkt það? Já, ég hefði verið með miðil hérna. Veitu hvað pappi gerði þessu sinni? Hann gerði heilan þátt með miðli og þetta var svo hræðilegt og ég grét úr hlátur, ég hlustaði á hann sko, hann var ekki sendur út sko. Já, var ekki sendur út? Nei, þetta var alveg hræðilegt sko. Það var alveg bara, hver er hér núna? Það var eitthvað, og þetta var svo hræðilegt, en ég held hans í til, það væri nú alveg sko legendary end að spila. Ég sagði síðan aldrei meiri tíðarandi. Já, ég skal hafa miðilsfund og spyrja hann. Ég þarf að biðja ykkur afsaka mig, ég þarf að undirbúa næsta viðtal. Gaman að hitta þig. Þetta er marathon sko, það kom aldrei í mark. Ég ætla að stokka með hann og bjösa. Já, við erum að undirbúa nætuvaktin náttúrulega. Ég kom hérna með geitaull og snældu til þess að spinna. Er þú dálítið góður í að spinna? Ég? Já. Nei, ég sko get spunnið svona vitleysur þegar úti með hundin. Hann segir einhver frá.
Nei, þá akkurat. er ég að búa til svona lélegar ferskellur og hann lætur sig yngu skipta bara heldur áfram að leita næstu byssulikt bara Lesa SMS-in sem út allt. Já, Facebookin já, það sé like á þetta Já, setja like á þetta. Hver kann að spinna núna? Já, ég kann það nú varla en ég bara svona, ég geri það samt. Það er rosalega gaman, þetta er svona hugleiðsla, kannski í nótt ef við verðum orðið mjög þreytt og þetta myndi halda manni kannski vakandi að spinna og lesa ljóð og... Mér finnst þetta alveg ótrúlegt að þeir að gera þetta. Já, annars er alveg vonað sko svolítið mörgum miðnættið og þá er bara mjög margt svona ungt fólk er að allar koma til okkar. Já, þú spurði mig, viltu koma á sundagsmorgun? Alls ekki. Og Margrét ætla að mokka allar koma á 4-leiti í nótt. Já, hún er hún að sína einhvers staðar að skemmta. Já, á Laugarvatni. Hún er að gifta fólk og svo kemur hún bara snúður eftir og keyrir svo í bæinn og kemur hérna. Þetta er frábært. Finnið ekki líka það segja allir já? Jú, það voru stjórnmálamennir svolítið erfið, veistu af hverju? Af hverju? Af því að, sko, manstu hérna þegar Kristrún sagði, sko, að hún svona upplifir þetta sem og þá var allt vitlaust og þeir eru alveg og þeir eru bara svo hræddir einhver segi orðu og mikið, sko. Það er svo viðkvæmur fundir núna að ef eitthvað segir bara þá getur það bara að fara í fílu en fyrst að þú ert komin inn í þessa vítt þarna bara dreima og kínversku og svona getur ekki verið að þú þurfur bara að fara í gúrku ástandið og finna eitthvað svona þú veit ekki kannski kalla til þá einhver að tala pólitíkina bara einhver allt aðra bara breyta aðeins þettinum kannski hjá mér? Já, ég list af 3 sumurhallana í bítun það var allt öðruvísi sko. Já, þú varst að leysa þar varst að vinna þar? Já, þegar ég var með Sprengisand þá 3 svar held ég það var mjög gaman sko. Já, bara finna upp á einhver öðru bara. Já, einhver öðru, já Ég taka, við vital í dag við Guðmund Hrafn sem var Ströndum, hann var svo vel klæddur maður, hann var svo kalt bara í dag sko og þeir koma sig út í eyjuna sem þeir eru með æðavarpið bara fyrir veðri sko. Já, einmitt og þannig að þetta bara getur allt hann sagði getur orðið mjög erfiðut út eftir þetta en svo sagði hann líka afans, það var á Ingólfsfirði hann segi, já, það sem vext með hennar og svo enda með því að hann segi það að í stríðinu þá ráku lík Hermannhoft bara í fjörurnar sko. Og afans hann bara virkjaði konurnar í sveitinni til að sauma líklæði á þeir já svo þegar sko bandaríski og breski herinnar vildu fá sko sína menn og þá bara þau verið að leysa það út sko við erum búin að vera að hreinsa en byrju hvaðan koma þeir? Jú, það voru kappáttar að bara bomba niður skip sko og þá leta hann ekki sko líkin að hendi nema að henni borguðu kostnaði já, bara við erum búin að hugsa þau og svo spyrir hún út er einhverju grafnir og svo nei, það er einhverju frakkar dísjaðir bara ótrúlegt þetta kom bara orð í dag ég var bara að tala um allt annað já Þetta er svo skemmtilegt líka og það er líka svo, það finnum maður líka það er svo mikilvægt fyrir okkur að spyrja fólkið okkar sem er eldra hlutina því að ef maður gleymir því maður er oft svo upptekinn af sjálfum sér og gleymir að spyrja fólkið sitt þessi maður yngri ég sko, hann var að vitni í aðars hann var að vitni, já en samt ekki lengur það sko. Nei, bara að vita hlutina mér finnst þetta, það er svo margt sem ég hefði átt að spyrja pappa mömmu Já, hugsa hvað er gaman ef þú hefði tekið viðtal við þau til dæmis bara í raunverulega í þannig formi sko, því að stundum eins og maður þyrfti að bara vera í einhverjum svona formlegum samskiptum og kannski við börniðin og manniðin hefur aldrei hugsað að fá, ég meina það er kannski það er svolítið arstnalegt sko kannski að koma fjölskyldunni út af við Já, en ég meina kannski bara að því að annars gleymir þú bara að spyrja þau þessari spurningar Já, kannski Er mér ekki ofvikið en það er ekki að fara að tala eitthvað saman Þér er ekkert ofvikið sko en þú mátt alveg fara við björgum okkur Já, fara að fund með fóringjörnum sko Já, fóringjörnum Það sjálfstæðismenn sem kölluðu sko nefndu Davíð aldrei með nafni sko Nei, það var bara fóringinn Það var bara hann Já, fóringinn Það er ekki Davíð það bara, já, hann sagði þá veit maður hver það var Herðu, gangi eitthvað vel Sælfur Já, þakka þér fyrir, takk fyrir samveruna Já, þakka þér, það er líka alltaf gaman að vera með þér Segðu mér Þetta er mjög lífrænt, það verður ekki lífrætna þetta sjónvarp
það er svolítið gaman að því að það er nú ekki alltaf svona lífrænt sko. Yfirleitt erum við náttúrulega bara með tökum við nú upp efnið yfirleitt á daginn og sendum út bara og það sem er lífrænt samt er að við eiginlega bókum öll í sitt hvora lagi og svo raðast þættirnir upp. Það er alltaf svona myndast oft óvænt samhengi sko. Það er engin dagskrárdeild hér sem að ekkert svoleiðis, þið bara látið þetta gerast einhvern veginn. Já, það er líka bara mjög gott sko. Það er mjög gott. En hvenær verður þú, sko, finnur þú fyrir því að mér langar aðeins að fara kannski ekki beint út í mystíkin. Ert þú eitthvað spennt fyrir mystík? Já, ég hef það sko. Já. Og fyrir mér var þetta bara svona eðlilegur hlutur, þú veist, þetta var bara talað þetta svona, þú veist, bara maður alveg upp í húsi andana þar sem maður var að vera að tala hlutina. Það voru alltaf miðilsfundur hjá afa Jónasi og ömmu og Hafsteinn miðill og allt þetta skilju. Þetta var bara rætt, bara eins og verið að tala veðrið. Já. Þannig að það bara, já, auðvitað eru til draugar og maður er, já, auðvitað er líf eftir dauðan. Já, auðvitað. Og svo er það bara ekki, þú veist, ég hef svo sem aldrei verið eitthvað svona mikið að tala það, en bara mín barnatrú einhvern veginn er þannig að mér finnst það bara mjög eðlilegt, sko. Ég alveg trúi alveg á drauga, sko. Ég trúi á draugagang. Mér finnst stundum, þú veist, ef maður fer inn í viss hús og þá finnst mér að sé eitthvað sko. En finnur fyrir sko fylgjum viðmælanda svona, þú veist, Nei, reyndar ekki, en maður finnur fyrir fólki og það er náttúrulega allt saman bara einhvern veginn, þá kemur það inn í hausinn á manni og maður er að hugsa einhvern og svo kemur viðkomandi bara, veist það líka, þú veist, maður er svona hugsunarflutningur er bara alvöru. Staðreind. Það er staðreind. Já. Það er bara þannig. Þú veist, ef að tæknin sko hrynur allt í einu, ef eitthvað gerist í heiminum og þeir innviðir bresta, að þá náttúrulega eins gott að þá er nú kannski eins gott að eiga, þú veist, að vera búin að efla aðeins að þróa eða æfa þessa hæfni, hugskeita hæfnina. Já. Og svo finnst mér bara líka einhvern veginn svona þú veist, bara vita að einhverju, mér finnst það bara skemmtilegt og svo líka þegar maður hugsa maður allt í einu bara einhver staðar gera eitthvað, allt í einu kemur kannski mamma í hugan minn og þá hugsa ég bara, já, hún er hérna, hún er bara að fylgjast með. Já. Veist, mér finnst það vera svona einhvern veginn bara notaleg nærvera. Fólk kemur inn svona, ekkert svoleiðis heldur. Það kemur inn í hausinn á manni og maður svona fer að hugsa það, sko. Þetta er svona hugboð eða bara, já, svona tilfinning og sumir segja hugljómun, en hugljómun er kannski aðeins dramatískara eitthvað. Já, þú ert líka rithöfundur, þú mátt vera dramatísk, ekki ég, sko. Já, ég er að reyna að vanda mig samt með orðin. Mér finnst hugljómun, ég man bara eftir einmitt draumi sem ég dreymdi einu sinni, það var kennari sem ég var í heimspekinni, Þorsteinn Gylfason. Já. Þá dreymdi maður, löngu eftir að hann dó, og það var eftirminnilegu draumur, þá kom hann og sagði, það er algjörlega eftir að ég dó, þá hef ég áttað mig á því að það sem er mjög vanmetið fyrirbæri í mannheimum eða þetta á jarðlífinu eða eitthvað svoleiðis er hugljómunin. Já. Og þetta dreymdi þig? Já. Svo bara veit ég ekkert hvað það svo sem þýðir. Nei. En það er svolítið fallegt orð svona, hugljómun. Já, algjörlega. En þetta er náttúrulega þessi sko, já, spurningin er þessi einmitt sem maður getur spurt sig af hverju viltu gera þetta áfram, eins og þetta er svolítið streðstundum og svona einmitt svolítið leiðilegt eins og verða, mér líður stundum svona eins og ég sé orðin hálfgerð plá að vera að biðja alla einhvern veginn og trufla alla svona einhvern veginn. Já, maður kemst nú alveg, sko, mér fannst alltaf erfitt til þess að byrja með, mér fannst mjög erfitt að biðja fólk að koma til mín í þætti. Já. Og mér finnst það stundum, það fyrir svona eftir við hvernig ég er að fara að tala, sko, að spyrja. Stundum finnst mér svona smá erfitt. En þú veist, svo leið maður búin að hringja þá þú ert búin að tala við ansi svona stóran hluta þjóðarinnar, er ekki? Jú, bara rosa marga, sko. Ég held að ég er búin að vera með, ég var eitthvað að reyna að reikna þetta út, við vorum að pæla í þessu, ég og Guðrún Gunnarsdóttir, hvað við varum búin að lengi, sko, hún með mannlega þáttinn og ég með segðu mér og ég byrjaði 2013. Þannig ég er búin að vera með segðu mér 4 sinnum í viku síðan 2013. Wow. Það er svolítið mikið. Wow. Þannig það er mjög fínt núna til dæmis að ég er að fara í frí, mér finnst það næs. Já. Af því ég er bara
verða upp í skroppa með hugmyndir. Já, en það aldrei að heyra að þú sért sko búin að fá leiða og Nei, mér finnst það aldrei leiðilegt. Nei, það mjög smitandi hvað þér finnst spennandi að tala við fólk sko, og áhugaverð þeirra saga. Já. Og þú náttúrulega í þess fólk sem kemur til þín og þið hafi sett ýmis málefni á dagskrá sem að bara hafi ekkert verið á dagskrá. Alls konar eitthvað sem kemur upp úr sem að þá sko maður finnur að hefur áhrif út í umræðuna. Já, algjörlega. Mér finnst það líka að vera svolítið svona, ég verið oft svona bara svona frekar svona stolt af því þegar að ég er búin að taka einhver viðtöl sem að vekja athygli og það er verður einhver umræða, mér þykir allt svo vænt það. Já. Að því ég er ekki, þú veist, ég er náttúrulega ekki blaðakona, þú veist, ég er ekki fréttamaður. Þú veist, ég hef bara aldrei, ég hef engan áhuga á því, sko, en þetta finnst mér, þú veist, þetta svona eitthvað sem mér finnst gaman að þegar ég get gert þetta. Og mér finnst það mjög gott. Og svo finnst mér líka mjög gott bara eftir þættina og stundum með fólk, veist, líður þannig að það koma tár eða við hlæjum og maður er bara, þú veist, maður hlæur og grætur með fólkinu sínu, sko. Já. Það er bara svolítið þannig. Svo ástu með sjónvarpurinn líka? Já. Það er náttúrulega, það er öðruvísi. Það er svona knappara og veist, meira vesen, maður þarf að vera í kjólum og setja á sig varalit. Maður getur verið með koddafara kinninni nefnilega í útvarpi, það er æðislegt sko. Það hérna einmitt gleymum maður mjög ofta að þetta sé sjónvarp, eða þú veist, þetta er ekki beint, þetta er svona sjónvarp, jú. Þannig sko þessi sterk ljós og mjög heitt inninni. Já. Jú, maður þarf auðvitað aðeins að einmitt að muna greiða sér eða svona reyna það, ég gleymi því nú mjög ofta eða svona einhvern veginn ótrúlega hvað maður reyna að laga hárið og svo það er svolítið álag sko, eða svona ekki álag, það er ekki að tala um það álag, en auðvitað hitt það en er ekki líka kannski bara auðveldara í útvarpi að þá líka er viðmælandi sem gleymir sjálfum sér svolítið, eða svona einhvern veginn gleymir sér í spjallinu. Það er eiginlega það fallegasta sem fólk segir við mig sko, í gegnum tíðina, það er þetta að fólk segir, já, ég bara gleymdi því að ég væri. Það finnst mér alltaf svolítið gott, þú veist, ef mér tekst einhvern veginn að fá fólk til þess að bara gleyma því að þau eru í beinni útsendingu og ég er með tæknimann og það eru, þú veist, alls konar tæki og tól, sko. Þannig að mér þykir alltaf líka vænt um það, sko. En finnur mun á því svona í byrjun viðtala þegar þú ert að tala við þá sem eru vanir að koma fram og vanir bara að tala og eru óhrættir alveg svona við hljóðnemann og hina sem man kannski bara, að því þú talar náttúrulega við fjöldan allavega fólk sem hefur aldrei komið nálægt og aldrei að byrja stíð sko upp á fundi eða neitt. Nei, það getur verið smá erfitt en fólk sem segir já, þú veist, það er að treysti sér sko og svo er ég líka alltaf, ég undirbýi alltaf mjög vel og undan og ég sit með mínu fólki alveg í hálftíma undan og þú veist, þannig ég er búin að fá alls konar hugmyndir meðan ég tala við þau sko og svo bara leið og fólk byrjar að tala, ég finn alveg, þú veist, það verður svona andar kannski, verður svona þurr í munninum, þetta er bara svona eins og þegar maður byrja sjálfur að tala í útvarpi og bara glemdi maður andan í maga en svo bara gleymir fólk sér og þá verður það líka mjög ánægt þegar það kemur út að það hafi bara talað og sagt frá og ekki vera feimið. Það er einmitt, finnst mér nú eiginlega svolítið mikið stór hlut af því sko af ánægjunni við að vera í svona vinnu er að það eru nokkra svona ástæður einmitt, það er þetta kannski bara beinlínis lýðræðislega, þú veist, að fleiri rattir og sjónamið og að, þú veist, að setja samhengi í umræðin og svoleiðis svona, meira kannski pólitískt svona áhuga sviðið þannig. En svo þetta bara persónlega að það er bara eitthvað svo gaman að finna inn á líka sko þegar að fólk fer yfir þetta stig og að því ég var alltaf svo hrjáð af sviðskrekk áður að þá skil ég mjög vel svona þegar fólk er einhvern veginn óöruggt. Já, varstu hrædd að? Já, alltaf einhvern veginn að koma fram bara, ég þurfti alltaf svona, fekk mjög svona, ég var illt í maðunum og fannst svona bara, ég ætlaði bara, já, alveg hreitt bara, drepast bara, já. Svo þurfti náttúrulega að koma fram til þess að, þú veist, lesa úr þínum bókum kannski og eitthvað svona? Jú, mér fannst það óþægilegt, alltaf finnst það óþægilegt, já. En núna eftir ég er að vinna það eru algjör, Guðs gjöf, sko, þá er einhvern veginn, núna finnst mér það ekki, vera neitt vandamál, sko. Nei.
En manni fannst það svona, ég var allir með beðin að vera leika í Stundinni okkar áður en ég byrjaði að vinna með mömmu þinni upp í barnaútvarpinu. Þá fekk Elisabeth Brekkan, hún var að vinna og bað mig og vinkonum mínum að koma og svona vera kynnar í Stundinni okkar. Og ég að hugsa, af hverju sagði ég þá já? Af því að mér fannst það ekkert mér fannst það svo stressandi, óþægilegt. En þú gerðir það samt, eða ekki? Já, ég bara... Velkomin í Stundinni okkar. Og svo, svona, en það líklega þetta bara, því maður var alveg nuffið, þá fannst maður það bara svona einhvern veginn eðlilegur hlutur og að vísu kom þá alltaf, þótt mér þetta óþægilegt og jafnvel hérna í byrjun, þá var hitt þyngra hvað það var spennandi samt. Þetta svona einhvern veginn þessi spennandi að heyra þessar sögur og eiginlega bara hvernig fólk nálgast það, já. Og svo ert þú svo heppin, þú nefnilega getur hringt í pappaðinn til þess að spyrja hann ráða. Ég er mjög heppin, Það er þannig, Ég ætti eiginlega að vita hvort hann er á, það var svona fyrir einhver óljóst skilabóðum frá mig hvenær hann ætti að vera á línunni, Já. En það var ekki leiðilegt að sjá hann aðeins áður en að ég geng héðan út. Já, þeir eru náttúrulega gamlir kollegar. Jú. Ég tek alltaf marka á honum, allt sem hann segir almanna útvarp og bara útvarp og hvernig við maður gera útvarp. Hann er svo besti. Ég skýra það út fyrir fólki. Það fólk sem að efast að við séum að gera réttu hlutina. Já, það Pabbi gamli, Ævar Kjartansson. Við sendum hérna kveðju. Það var nú þannig þegar að pabbi var svolítið kannski mikið í vinnunu á tímabili. Það er þetta svona, einmitt þetta almanna útvarp og það þurfti svo mikið að vera, þetta var þessi svona hugsjón einhvern veginn að vinna og þá man ég að maður svona bara hallaði sér upp á útvarpstækinu til þess að heyra röddinu þegar maður kannski hitt hann ekki mikið og þegar við vorum systkinin í sveit þá senda hann okkur þá var hann á þurlavakt og senda okkur lag, þú veist, þá var svona eins og óskalag og þá ákvað hann að senda eigið óskalag sem sagt til okkar og þá vissu þið að hann var að tala við þetta var alveg svoleiðis við bara okkur fannst þetta svo æðislegt og það var einmitt mikið uppáhaldslag sem Ragga Gísla söng Saknaði ljóð Gínumömmu. Saknaði ljóð, auðvitað. Já, það er æðislegt lag. Þannig að hann spilaði það fyrir ykkur. Já. Æ, hvað það er fallegt. Pílu pínu, jú. Músin sem fór í sveitina. Jú. En ég veit ekki alveg hvort að Pétur, hvernig er það aftur sem á ég ekki að senda linkin til hans? Á ég ekki að senda honum Já, þú ert að senda mér líka, alveg rétt, Já. Þetta er skemmtilegt, lifandi útvarp. Þetta er svolítið lifandi. Þetta er aðeins of lifandi svona núna, þetta er svolítið Mér finnst þetta hressandi því við erum nú frekar svona mjög svona inn í kassanum svo sem þegar við erum að senda út okkar þætti og alla dagskrána. Við erum með reglur í kringu það. Það er svona lítið þetta vera með eitthvað svona. Já, af því að það náttúrulega þarf að passa inn í tímasetningi, þannig að það er þetta græna ljósið mjög nákvæmt hvernig það kemur. Mjög, og hvernig það sloknar. Já. Það er mjög jákvæmt, mjög vitum nákvæmlega og það snýst allt sekundur. Já. Það er svolítið þannig. Komið skjali, já, en það kannski, það er heldur verra að það sé ekki með tölvuna mína neitt, kannski tala til þeirra hérna frammi hvort það getur nokkuð komið töskuna mína með tölvunni. Stekkur tæknimaðurinn út? Nei, ég skipulaði eins og svona marathon í Norræna húsinu sem var söng tónlist og það mátti ekki mitt koma þögn. Ég held að það verið 3 sólarhringa. Er það? Já. Hvað varstu bara hafður eitthvað lítið að gera eða? Já, sjálfsagt þá var svona, áður maður eignaðist barn og svoleiðis en nógan tíma já, mann fannst alveg sjálfsagt að vinna bara nótt sem dag í svona það var hérna við vorum ég, Björk og Jón Þórisson vorum bara skipuleggi vorum með undirskriftarlista gegn sölunni á HS Orku og vorum að safna undirskriftum og þá var þetta Björk þessi hugmynd, það væri svona svolítið gaman að hafa eitthvað
svona hressilegt, bara eins og allir kemur að syngja karaoke og þannig að það var það var ofboðslega lífrætt og skemmtilegt auðvitað smá undirbúningsvinna, en alveg fullt af fólki sem kom bara spratt fram og þegar alveg að koma þögn þá kom einhver og Já, þetta er svolítið eins og hér, það er að koma gestir, hægt og rólega. Já. Þangað til hvað, annar kvöld það ekki, voru ekki að segja það? Jú, ég held að kannski klukkan 7 á morgun, að við byrjuðum 7 í morgun og svo til klukkan 7 annar kvöld, er það ekki einhver flott tala svona? Það er mjög flott. Eitthvað töff. En ég get nú ekki lagt að þig að fara að tala bara sjálf á meðan að ég sæki tölvuna mín, en þetta er greinlega bara, ég held að ég ná ekki að gera þetta nema ég geti beðið Pétur um að setja 5 mínútna já, við fórum sko í gær með Pétri og fórum fyrir þetta múlakaffi og í Grasagarðin og tókum nokkur svona 5 mínútna viðtöl. Já, til þess að svo þið getið tekið svona, þetta er svona andrýmið ykkar. Já, af því það er vist inn í einhverjum svona eða svona Íslandsmeta lögum að það má, í svona maraþoni má taka 5 mínútna pásur á hverjum klukkutíma. Já, ok. Þannig að þið hlupuðum allan bæ að taka 5 mínútna viðtöl. Já, það var mjög skemmtilegt. Einmitt, bara, það er líka gaman að bara vera ekkert að hugsa upp einhver og hringi eða heldur bara tala við þá sem að maður hittir. Já, einmitt. Þar hittum við meðal annars Bjarnar Rúnar, tæknimann og tónmeistara. Tónmeistari? Já, hann ætlaði jafnvel að koma hérna og laga eins rattstillingarnar fyrir okkur. Þú fáið ekki betri mann. Nei, hann er náttúrulega sáum ýmislegt hjá okkur upp á RÚV. Já, sinfóníuhljómleikana og allt. Já, það er svolítið gaman, það er svona velvilji í loftinu og það er ótrúlega gaman og maður getur nú ekki annað þakkað hlustendum og áhorfendum hvað er bara, það er komin alveg fullt af nýjum áskriftum og fallegum kveðjum En þannig að þið vitið ekki hvað verður fyrir en bara Jú, ég hugsa við bara kannski á eftir svona eins og kaninu búr hatti áður en að næturvakti byrjar þá kannski bara kíkjum við á tölurnar Já, og svoleiðis já, og líka bara alls konar svona falleg tilboð hjálp. Já, Það er nefnilega málið. Það er málið. Já, ég ætlaði bara að vita, Pétur, hvort þú getur sett eitt af viðtölurum okkar. Já, ég er að finna, já. Það getur hann en getur pabbi er ekkert sko í biðstöðinni þannig að það er ekki svo leið en þú þarft eins og að fara þannig að mér fannst bara eitthvað svo sniðut að við værum næstu því á miðilsfundi með pabba þig Ég veit að það hefði verið gott sko ég get beðið í smá viðbót Það er önnur hugmynd kannski bara getum kannski gert það seinna Við þurfum að gera það seinna, búin til hérna En getur þú, verði þá ekki að leika þig og segðu mér bara, getur þú sagt mér eitthvað svona? já, ertu hress? Hvað ertu að fara að gera í sumar? Nú að þú ferð í fríið. Já, þá fer ég norður, ég fer alltaf norður í Laxárdal í Suðurþingeyjarsýslu og Halldórsstaði og þar bara leið og ég er komin þangað, þá er ég búin að setja á mig sunduna og svo byrjaði ég bara að baka pönnukökur þetta er bara svona eins og þetta sé bara eitthvað svona ég ákveði þetta ekki ég bara með sunduna svo bara baka ég pönnukökur og brauð Þú ert rosalega kokkur, já ég bara, mér finnst gaman að elda sko já. Bara hef mikinn áhuga á mat En svo varstu líka svona pönkari Já Þegar ég man eftir, þá varstu Já, með alls konar lita hári og svo fyndi að yngsta dóttir mín hún er mjög mikið að lita sér hári og ég stundum, alvöru og þá hugsa ég, vá, eins og pabbi pappa fannst þetta svolítið viðkvæmt hún fannst þetta smá erfitt þegar ég var einhverju svoleiðis en jú, maður þurfti náttúrulega bara það var líka skemmtilegast að tónlistin það var bara svolítið þannig Hvernig var og góðar pælingar Varstu ekki mikið á tónleikum og... Jú, maður var bara, þú veist á tónleikum og verið í gömlum leðurjökkum af pappa og tjúlpilsum, skilurðu Það var ekki flókið, þetta var mjög skemmtilegt. En það er líka svona, þetta svona prógram, þú veist, eins og tónleikarnir, þú veist, eins og svolítið fjölmiðlar að sitja. Þannig að þú var svolítið, er það ekki með fólki sem var, ég myndi alltaf að búa til einhver prógram? Jú, þannig að maður var svona
maður var með, þannig að mjög skemmtilegt að þannig náttúrulega er ég líka byrjuð í útvarpinu sko, að þú veist, þeir eru alltaf nota börnin sko að lesa og eitthvað svona sko. Já, manstu hvað skömmur þú byrjaðir? Já, 10 ára. Já, þú varst 10 ára og þá að lesa bara svona í þætti. Já, leikið einhver leikrit og svona. Og svo fór ég að lesa mjög mikið af alls konar smásögum og barnasögum og alls konar. Í barnaútvarpinu? Já, það var ekki eins og byrjað, þetta var alltaf bara, þú veist, það var barnasagan, morgunstund, barnana, þú veist, alls konar svoleiðis. En hvenær varstu svo með þinn eigin þátt? Þá var ég 18 ára. Það var fyrsta skipti sem ég var með minn eigin þátt, sem hét Horn unga fólksins. Var eitthvað svona 10 mínútna þáttur hverjum degi, það var mjög gaman. Og það er eins og talandi þú veist, það var fólk treysti manni, það er svo fallegt. Gunnvör Braga treysti mér fyrir því og ég gerði það. Mér varst það æðislegt. Varstu með viðtöl þá? Já, alltaf með viðtöl. Þannig að fá alltaf einhvern svona sem að tók viðtöl við og veist, þannig í rauninni er ég bara búin að gera það síðan. Smá svona skrítið. Aðeins. En þetta er bara, svona er lífið stundum. En ertu stundum að taka mið af því sem þú heyrir? Finnur stundum þegar að vera svona minnispunktur, þú tekur mið af einhverjur að segja eitthvað og þú hugsa með þér, ég ætla nú að læra af þessu, eitthvað svona varandi þitt líf. Já, maður gerir það. Já. Ef maður tekur ekkert inn, það væri nú eitthvað skrítið, sko. Þannig ég þú veist, ég gerir það, þú veist, fólk er að tala um eitthvað og maður verður fyrir áhrifum og við endur, þú veist, pæla í hlutum og skoðunum og alls konar. En þetta er bara alveg skóli, eða? Já, maður alltaf að læra. Þannig að það er bara aðeinslegt, sko. Þannig að það er bara mjög gott. Mjög gott. Ok, þá, ef við ekki heyra þá eitt viðtal sem við tókum út á götu, á meðan ég aðtók hvort við tengjum okkur við dalina. Ég byrja að spyrja hvað þú heitir. Ég heiti Guðbjörg Íris Atladóttir. Takk fyrir að koma í smá spjall á samstöðinni til að hjálpa okkur hérna í maraþoninu. Veist þú, hefur þú eitthvað heyrt samstöðin? Já, ég var aðeins hort á ykkur. Kjarabaráttu kennara. Er það þitt svona áhugasvið? Já, ég er kennari. Og hvað finnst þér þá umræðið mitt þegar þið voru í kjarabaráttunum? Þá var nú ekkert mjög mikil, það datt eiginlega inn í kosningabaráttuna? Já, við týndust svona pínlítið og það er, svolítið talað niður til okkar. Já, þið finnst það? Já. Og hvernig birtist það svona? Já, fólki finnst við alltaf verið í fríum og við erum ekki að kenna börnunum neitt og við nennum ekki að vera með þeim og svona, sem er þetta bara galið að segja. Við vorum með svona verkfallsvakt en svo var bara svo mikið að gera hjá kennurunum og við vorum ekki með það reglulega, sko, en maður fann að það var alveg áhugi og þörf á því. Ég veit að kennarar voru að fylgjast með allir sem þið gerðið og hlustið á, þannig að við vorum í sátt í það. En sko, já, ég fann líka einmitt fyrir þessum ótrúlegu fordómum í garð kennara. Já, mann finnst alveg ótrúlega fólk sem hefur kannski aldrei komið inn á gólfið sé að tjá sig eitthvað sem það veit bara ekkert Ég er ekki að tala störf annara, þess að ég veit ekki það, þannig að segja við viljum ekki og nennum ekki vera með börnum, er þetta bara galið. En sko, svo er það líka fólk, við fáum nú oft fólk svona til að ræða bara skólamál og skólastefnu og svoleiðis og kannski vantar dálítið að tala við kennarana sjálfa. Það verður ekki svolítið góð svona dagskrárhugmynd fyrir haustið og veturinn að fá kennara til þess að ræða þessar stefnur allar. Jú, við höfum verið að gagnrýna kennarar. Það er oft verið að tala kennara og kennaramál en okkur er aldrei búið að borðinu. Yfirleitt fara svona fyrirlestrar og umræður og fram á þeim tíma sem við erum að kenna og það er svolítið erfitt að fara. Við fáum ekkert frí. Þannig að við viljum fá að tala okkar mál sjálf en ekki að hlusta okkur aðra að tala það. Þannig að ég myndi stiða heilsugur að þið myndi gera eitthvað svoleiðis. Það er ekki bara til að vera með okkur í því og ríða á vaðið í haust og koma á stað svona seríu af spjöllum við kennara skólakerfi? Ég get allavega komið og ég er með fullt af fólki bakum mig því ég er í skólamálunefnd félags grunnskólakennara þannig að það er ekkert mál að fá fullt af fólki því það eru allir kennarar sem hafa áhuga að tala kennslu. Æðislegt, takk fyrir það.
bara verðum í bandið, vetrardagskránir að teiknast upp hérna. En hvað finnst þér svona fjölmiðla yfir höfuð sko á öðrum önnum málefni sko? Þú fylgistu með fréttum og hvernig finnst þér fjölmiðla flóran á Íslandi? Mér finnst þetta orðið svolítið mikið clickbait sko. Að það verið að veiða mann inn á einhverjum frösum sem eru svo stundum bara alveg út í róa sko. Þannig að því miður, þá finnst mér þetta fjölmiðla flóran vera alveg svolítið svona bara, reyna að fá bara eitthvað like og tala eitthvað sem kannski skiptir engu máli. Það svona ákveðin sölumennska keppni um athyglina og kannski ekki kannski verið að fylgja málum eftir að setja í samhengi. Alls ekki setja það í samhengi. Það bara verið að ná eitthvað eins og ég segi, bara fá fólki til að like og opna fréttina og þannig að, já, mér finnst það. En sem kennara, er þetta ekki áhyggjuefni fyrir, þú veist, að þið verið að tala um læsi barni, þannig að skiptir líka máli hvað þið eru að lesa, þú veist? Og við erum að reyna að kenna þeim, veist, að vera gagnrýnin og við lesum ekki bara allt og það er ekki allt satt sem er á netinu, þannig að, jú, við erum að reyna, læsi er ekki bara læsi, veist, það er ekki bara að lesa í ykkur bók eins og afskaplega margir halda, veist, læsi er miklu, miklu, miklu stærra og það er eitthvað svona, já, sem þarf við þetta að skoða svolítið vel. Og einmitt núna, finnur þú mun svona á börnum finnst þér í dag þegar er eitthvað svona fyrir og eftir í hérna? Ég veit ekki hvað sem ég má segja þetta, sko. En málið ég er búin að vera kennari í 25 ár og finn rosalega mikinn mun. Við erum með frábæri börn, skilur. En kröfunar sem við megum gera til barna og foreldra eru þetta allt aðrar í dag heldur fyrir 25 árum. Hvernig þá? Það má ekki gera neitt. Bara það er rosalega erfitt að fá börn til þess að læra ljóð utan bókar. Margföldunartöfluna. Það segja allir, þetta er bara í símónu, þetta er það þú getur fundið, en þetta snýst ekki það. Það að læra eitthvað utan bókar er bara, við erum að þjálfa heilan. Og það er bara rosalega mikill munur á námi barna í dag og fyrir 20 ára. Svo þetta þegar allt þetta tölvu umhverfi, það er ekkert kannski súper gott. Veist, maður það líka að kunna að vinna með blað og blýant og fara út í náttúruna og gera eitthvað annað. Það er ekki allt í tölvunni. Og finnur mun líka þá væntanlega á athygli og líðan barna svona, finnst þér erfiðar að ná bara í gegn til þess að miðla einhverju þekkingu? Já, það er samt ekki börnum leið, veist, bæði vel og illa líka fyrir 25 árum. Það er svona kannski öðruvísi. Það er erfiðar að ná til þeirra vegna þess að þau þurfa að fá allt svo hratt. Að þau athyglin er skemmri. Þú getur ekki verið með kannski langa innlögn, heldur þú þarfst að vera með svona allt í svona frekar svona stuttu formi til að þau haldi athyglinni og vera ofta skipt verkefni. Og margir segja akkurat að það kannski vanti pínultið inn í, nú er þetta einhverju kannski sem eru bæði sem hafa starfað sem kennari líka utan frá, vanti kannski bara meiri samræði við börnin sko, námsefnið en ekki þessi keppni að klára eitthvað. Já, sko við þetta vinnum eftir hæfni viðmiðum en ekki veist, að taka ákveðin námsefni fyrir. Þannig að það eru, við förum þetta alls konar leiðir af þessum hæfni viðmiðum og það eru þetta, allavega í mínu tilfelli, þá finnst mér best að vera með svolítið svona hands-on verkefni þar sem þau geta verið að gera og þar sem þau getur átt samræður við þau og vinna svolítið hugtakaskilningi. Ég er náttúrufræðikennari í grunninn og mér finnst það til dæmis skipta rosalega miklu máli að vera í hugtakaskilningi, að ná þeim þar. Af því að það er kannski það sem vantar svolítið orðaforðið hugtakaskilningur. Getur þú gefið okkur dæmi hugtakaskilning? Já, það er bara til dæmis að vita hvað er ljóstilifun, hvað er gróðurhúsáhrif, bara hver er munurinn á lauftrjám og barrtrjám. Það er svo margt svona sem okkur kannski finnst bara ekki vera neitt vesen en þau er ekki með það því þetta er ekki í þeirra orðaforða. En nú hef ég talað við kennara sem eru að mæla dálítið með því að fara meira í vettvangsferðir og vera út í náttúrunni, ekki bara í náttúrufræði heldur eða bara á mörgum sviðum. Hvað veist þá leið? Jú, það er bara mjög gott að maður getur komið staðis út skólstofunni en það sem stoppar okkur alltaf eru þetta peningar. Ef mann langar til að fara í einhverja ferðir eða eitthvað svoleiðis þá er það alltaf bæði þá kannski erum við og fá fullorðin með stóran hóp og svo líka bara rútur, stræt og við til dæmis megum ekki fara hér í Reykjavík stræta fyrir eftir klukkan 9. Því þá er þetta aðrir í strætónum þar á undan, þannig að það er svo margt sem spilar inn í. En jú, að fara út, ég meina þú getur kennt stærðfræði, lestur og allar námsgreinar úti og þeim finnst það oft rosalega gaman.
Þannig að það er efla umræðina skólamálin líka bara einmitt fjármagnið og kannski virðingun, eins og þú segir, virðingu fyrir námi og kennurum og nemendum þá. Já, bara fyrir öllu skólasamfélaginu. Og við erum öll í þessu. Þetta er ekki bara kennarar nemendur. Við erum öll. Það eru ömmur og afar og mömmur og pappar. Það eru allir í þessu samfélagi. Við erum öll að alveg þessu börn saman. Hvernig stendur því að við berum ekki meiri virðingu fyrir þessu grundvallar þætti? Það er þetta stóra spurningi sem engi getur svarað. Það er eitthvað sem maður skilur ekki. Og þarf í rauninni kannski að breyta. Verðum við ekki að byrja bara seríuna að ræða það hérna í haust? Virðing fyrir kennurum. Eða í rauninni þetta snýst ekki bara kennar, þetta snýst bara virðing fyrir skólastarfi. Þetta er ekki bara kennar, eins og ég segi, þetta er samfélagi. Við þurfum öll að taka höndum saman hvert við viljum stefna. Hvernig einstaklinga viljum við hafa hérna eftir 20 ár? Það skiptir rosalega miklu máli. Þannig að við þurfum að vera samtaka. Takk fyrir spjallið, kærlega. Og höldum áfram samræðinni í sumar, í haust. Já, ekki vanlega. Tryggjum sjálfstæði samstöðvarinnar, marathón málþóf núna helgina frá laugardagsmorgni til sunnudagskvölds 28. og 29. júní í lengsta þjóðmálaþætti Íslands í beinni útsendingu. Verið með okkur helgina til að tryggja sjálfstæði samstöðvarinnar.